Hér erum við með alveg sprungunýjan kínverja. Þetta BYD, BYD, kínverskur fjölskyldu sportjeppi, meiri háttar bíll. Ég mjög impressed. Þessi bíll að koma núna í vatn-umboðið sem dótturfélag Suzuki bíla. Þannig að við erum að tala aðila sem hafa verið að flytja inn bíla í 20 ára og ég verð að segja eins og að ég mjög hrifinn af þessum blungu nýja kínverska sportjeppa. Ef við spáum aðeins í þennan bíl, hann kemur frá Kína. Kínverskir bílar hafa verið að reiðja sér mjög til rúms hérna undanfarið og þeir eru jú umtalaðir. Þetta eins og þegar Toyota og Mazda komu fyrst á markað hérna í kringum 1965 eitthvað svoleiðis, að þá voru menn að tala að þetta væri bara druslur og þýddi ekkert að kaupa svona rusl, þetta væri bara ónýtt. Það þýddi ekkert að eiga svona bíl. Við erum komin á sama stað aftur, við erum komin þar sem kínverjarnir eru að kynna alveg splunkunýja og hátæknilega framleiðslu. Gamli síminn okkar eins og Nokia og Sony Ericsson og Motorola, þetta var allt með rafhlöðum sem BYD framleiddi og það dugðu, allt upp í viku. Þessi bíll, hann framleiddur með splunkunýju rafhlöðukerfi sem heitir Blade og það þannig og garði gert að þessar Blade rafhlöður, það leggjast alveg eins og það sé verið að raða hörðum diskum í bracket í tölvuna þeina og þessi bracket, þau leiða betur, það betri þéttni í þeim, það ekki kóbalt efnið í þeim sem alveg rosalega eitrað efni og við viljum kannski síður hafa í svona rafhlöðum. En þetta þróun, þetta tækni og það að sjálfsögðu rafdrifin afturhleri og þá erum við komið hérna að farangurskeyslunni. Hún rosaleg, það 940 lítrar og þetta stækka hann upp í tæpa 1700. Nú takkir maður upp hérna þriðju sætaröðuna, þá erum við samt með ykkur á 200-300 lítra hérna fyrir aftan. Þetta nánast eins og þetta sé bara fiskeldisstöð. Það er alltaf mælt í lítrum. En það sem sagt, bíllinn 7 sæta í þeirri útgáfu sem hann hér. Farangurskeyrsla rúmar mjög vel. Plássið hérna alveg frábært. Sætin hérna eru svona, ég myndi segja að þetta myndi bara henta úlingum sem að nálgast fullorðinsaldurinn. Ég ákvað að kíkja þess á búnaðarlýsinguna og áður fórum af stað og það eina sem ég kannski myndi benda vatt á að hafa þetta bara á mannamáli, eins og til dæmis það að veggripskerfið bara spólvörn, rafeindastýrð hemlunarátakskerfi EBP, það í flestum bílum held ég, en stýrð niðurhröðun með handbremsu og rafeindastýrð stöðugleikastýring, rafeindastýrð hemlunarátaksdreifing. Þetta allt atriði sem eru í flestum af þessum bílum í samkeppninni held ég, en þetta þarf að vera þannig að maður skilji það. Það þráðlaus snjallsíma hleðsla í honum líka og ekki nóg með það að þegar maður kveikir á þessum glæsilega bíl hérna, það start- og stopptaki hérna, þá fer allt í gang í mælaborðinu og mér finnst nú bara lúkið á mælaborðinu bara að vera mjög svipað til dæmis á Audi og Volkswagen og þeim ættflokki bíla. Hérna erum við með árekstrarskynjun, akreina stýringuna hérna. Það hægt að vera hérna með miðstöðuna hér. Svolítið þægilegt að geta fiktað í útvarpinu hérna líka sko. Svo hérna þetta skipta á milli Eco og sportstillingar. Ég ætla að setja hann í sport, ég keyri á stað. Þá kemur þetta furðulega hljóð. Þetta hljóð til þess að vekja athygli á bílnum þegar hann að keyra á mjög lágum hraða til þess að tryggja öryggi vegfarenda. Hann fullur af öryggisbúnaði, þessi bíl. Hann með hlíðarárekstrarvörn, hann með skynjar umferð fyrir aftan og framan, hann með gardínu loftbúða, hann með loftbúða framan og aftan og allstaðar. Þetta alveg rosalega vel búinn bíl og ég verð að segja eins og að allur frágangur hérna, sjáu þið mælaborði hérna,
mjög vandað. Við erum að tala hérna svona gulan saum hérna. Þetta svona eitthvað plastefni hérna sem er bara ákaflega þægilegt viðkomið. Það svolítið að píanó svörtu hérna, en það í tísku. Þessi skjár hérna, hann með Android stýrikerfi. Ég ætla ekkert að fara í þessi stýrikerfi, ég ætla að gera sér þátt það fyrir ykkur. Hérna til dæmis Spotify. Hérna erum við með alveg svona snappy skjá hérna og ég get ekki betur séð en að þetta sé alveg fríðilegt lúk á þessu. Síðan hérna síminn og það allt saman. Það hægt að snúa þessum skjá svona, portrait stellingu á honum. Hérna myndavélakerfi í honum og hér hægt að sjá bílinni í 3D. Ég get skoða aftur fyrir hann eða og hliðarnar á honum. Við teka nú 3D og þá get ég skoða fyrir framan hann, fyrir aftan hann, hliðarreviewið, víða, sín fyrir aftan. Þetta allt saman mjög þægilegt. Hjálpar til við að klessikja á þegar maður að fara inn í kannski þröng stæð og eitthvað svoleiðis. Drægnin 400 til 528 km segja þær hérna. Og hröðunin 4,6 sekundur í 100 en hann 509 hestafli þessi bíl. Þú veist, maður sest inn í svona bíl og fer að velta fyrir sér býtu hvað þetta kínversku bíl og hvað eru þeir eiginlega í tækninni og ég bara orðlaus. Þetta alveg rosalega vandað allt saman og hann svo solid að keyra hann svo stinnur og þægilegur þegar maður ekur honum svona og gefur honum aðeins inn. Það eina sem að mér finnst vera leiðilegt það þetta bölvað óhljóð sem kemur hérna. Kannski þetta slökk á því. Og svo annað hérna, það innanhús myndavélakerfi í þessum bíl. Þannig að ef maður á leiðin í áttræði sammálið eitthvað svoleiðis þá getur maður tekið það upp. En auðvitað það til öryggis. Það til þess að meta það hvort að ökumaður kannski sofnað eitthvað svoleiðis. En ef við gefum aðeins í á þessu, þá alveg rót tekur þessi bíl við sér. Og stýrið á honum alveg sérlega þægilegt. Það rosa gott að stýra þessum bíl. Þetta svona eins og þú sést að keyra háklassa bíl. Við berum að saman við bara bíla eins og Audi, dýrari gerðina Volkswagen ID4 eða jafnvel Discovery litla bílnum, sportbílnum. Hjá BIT þá að starfa 150.000 manns og BIT Vestmiðan, Vestmiðu hverfið, það 3,8 milljón fermetrar. Og það lestarkerfi innan þessa Vestmiðuhverfis. Svo erum við eitthvað að pæla í lest á milli Reykjavíkur og Keflavíkur. Þetta bara spurning að hafa samband við BIT og biðja á tilboð í lest á milli Keflavíkur og Reykjavíkur. Þetta bara sportbíl í jeppalíki. Ég veit ekki hvað ég á að segja. Hann náttúrulega byggður á svona sportbílapalli. Það allt í honum hugsaði til þess að halda sér sportlegustu eiginleikum. Ég fer upp fyrir leyfilegan hámarkshraða hérna á örfáum sekúndum og þægindin eru alveg beint í æð. Stýrið mjög þægilegt á honum. Hérna hægt að stilla skynvata hraðastillirinn og akrinastýringuna. Hér hægt að fletta og fara í mismunandi mót á skjánum. Þetta allt hlutur sem eins og í öllum öðrum bílum. Það þarf ekkert að vera fjölyrða neitt mikið það. Hérna getum við séð meðal eyðslu og alls konar svona upplýsingar sem okkur langar til þess að vita ef við erum að ferðast á þessu. Þessi bíl, hann hvorki meira minni en 509 hestafl og togið 680 Nm. Hann ekki nema rétt tæpar 5 í 100, 4,6 held ég. Þessi hröðun svínsleg fyrir svona jeppling. Þetta 400 bíl. Hann grípur rosalega vel þannig að þegar þú gefur honum inn og þá bara þrýstust aftur í sætið. Hann að kosta 10.680.000 þessi bíl og það bara ein gerð. Hún með öllu. Þú þarft ekkert að haka í einhverja kalla til þess að panta eitthvað auka skraut. Hann kostar bara 10.680.000 kall. Hann með öllu dótinu. Það finnst mér að vera meira á þetta pluss. Ég held að meðalestran sé eitthvað 18 kW stendur á hverju 100 km. Það eru margir þessara nýju bíla með þessa risastóru stokka hérna. Það ekki allir og það hefur pínulítið farið í taugarnar á mér að ég finn það að fæturnir hvíla hérna sikur megin. Hérna í þessu handfangi og hérna í miðjustoknum. Og mér finnst það ekki gott.
en þetta ekkert sem að trufla mig neitt svakalega mikið. Það sem kemur á móti að það rosalega gott að sita í þessum sætum, þau halda rosalega vel við. Það hægt að stilla mjóhryggs stuðning hérna og ekkert bara á mjóhrygginn, það hægt að stilla þetta alveg hægri vinstri alla leiðina hérna og svo hægt að stilla þetta sem sagt rafdrifið sæti hérna báðum megin sem þýðir það hægt að stilla þetta upp á millimeter, hækka og lækka. Það hægt að draga setuna hérna fram þannig að hún styðji betur hérna undir hnésbæturnar. Það rosalega gott á langkeislu. Það hérna skal ég segja ykkur hiti og kæling í sætunum. Það ekkert smá þægilegt að kveikja á svona kælingu þegar maður að keyra mjög langt og fríska manna þessu upp svona niður bakið og aftur verður læra og mjög kósí. Þessi bíll kemur á 22 tómmu low profile felgum. Bremsukerfið í honum það eru gataðir diskar til þess að gefa betri kælingu. Það stendur í búnaðarlýsingunni að það sé þurrkur á bremsum að framan til þess að tryggja það að bíllinn stöðvist 100%. Rafhlaðan í bílnum 86,4 kW. Það standard 11 kW stunda hleðslugátt hérna fyrir heimahleðslu og hann getur tekið alltaf 120 kW kilowattum í hraðhleðslu og frá 30 upp í 80% hann svona cirka hálftíma. Þannig að þetta bara alveg svipað og á samkeppnisbílunum. Og ég myndi ætla það að þessi bíl, hann henti mjög breiðum hópi, það mjög gott verð á þessum bíl. Þetta fjölskyldubíl, þetta fjölskyldusportari eins og svo sem verið að prófa undanfarið, þessa Ramas sporteflinga. Hann ákaflega rúmgóður, hann hentar hvort sem í bæjarsnattið, skrepp og skutt með krakkana eða þá í sumarbústaðin eða ferðalagið eða lengri ferðir eða fyrir fólk sem komið fram yfir meðan aldur og langar til þess að fara með barnabörnin kannski í ferðalag eða þá að nota bílinn í golfið eða kajaksiglingunni eða eitthvað. Það líka að kaupa toppgrind á hana bíl. Bílinn cirka 2,5 tonn. Já, hann svolítið þungur en hann hefur alveg aflið til þess að bera þau þyngsli. Við erum rosalega hrifin á þessum bíl hjá Bílablogg.